Nei, það var ekki það að gera. Hann einhvern veginn hafði fengið eitthvað sönghefti. Það var bara frá, reynda kannski frá allir í banka. Já, náttúrulega. Ok, bannsveitur. Það má ekki koma hérna að rölda niður í Ýi, sko, það væri svo háfleygt. En þetta var Yngvi, Sáður, sem að byrjaði hérna, þú veist, og hann syngja fyrst eða síðan reyndinu, en þar á milli var svona... Svo satt maður Svo er við... Það voru mjög margir í sundum sporum og Já, þetta var, ég fæði bara. Mér sýndist allur bekk, sko röðin sem ég var í. Það var framhaldsmynd. Það var framhaldsmynd. Framhaldi, 25 árum síðan. Í ballfötu Jón. Er ég hvað? Þú tekki ball? Ekki á ball. Ég fer ekki á ball nema 50 ára þessi. Það er ekki á seint, það er ekki á seint. Já, nei, ég er bara, kemur eftir hann. Máttu ekki fara í? Ég er bara, það þykir svo vænt bönnum, ég ætla að vera eina með skúrinn. Þá er einstæði manni við kynna allar. Hvað það er? Ok, ég köptur ekki með þetta. Þetta kom inn á landi og gera greinin því að ég veit ekki það og skilja þörfum eftir eina hluta. Þið eru bara mega fyrir eins og skórisvinu fram. Jú. Sko, þetta er að skemmt. Eitthvað sem býðir sem það? Nei, það er alls ekki. Þú voru þó bara að fara fram. Nýja tæknistöfum af Nóa. Já, hann hefur þína reynslu. Það vantar svolítið menn. Jóhann er valdið við það. Nei, ég myndi ekki gera það. Þetta er challenge. Það er mikið með nýja karriéruðinn. Nýja karriéru? Já. Gulli er sem þetta flytja á. Þú veist að þú eru tónlistarmaður, heyri ég. Svona líka. Segðu. Ég sagði bara svona lógiska. Það var stórt selló. Þú voru að báði skæm. Stórt selló. Viltu, kemur selló og hann sé pínt til að bóka hérna? Hann er það ósækjandi að fólk sé pínt til að bóka Þeir sem eru píntir til að borga því, þeir náttúrulega borga 40.000 krónur með hverju batni í sko íþróttastarf og þetta tónlistastarf. Jó, nei, Jón fer heim til batna til að lesa gamla gaman. Jón er góðu faðir. Engi fyndi fitta. Læstu það? Já, komið henni við tón. Þetta vita bílum. Bílunum? Áttu átt í svarta? Vá, ég var reyndar að spáði hvað var í limilegt að gera svolítið bort. Hvað var átt í? Ég bara aftur ekki fyrir því að... Er þetta hvað ræstur að leiðu? Ég vil ekki finna. Tökum hana með, bara tökum hana með. Hún er löglegast afsökuð. Þú er þín á fyrir það. Skarp, Já, Patti og Gunnu Skarpið. Síðasta passi. Sattum við í eldu svo talaði við Skarpið. Láttu þessu sjá ekki myndavel. Komin í það. Whipping boy. Ég komst ekki á... Ég átti að klappa. Þú ætti bara að koma og segja Gísli minn, þetta gengur. Hvað sagðu? Þetta skjátt. Nafn og kennutölu. Hafstu. Ég er að skrásetja. Þetta er ísveðin. Nei, fyrir ekki þetta. Læsaði. Við erum búin að faðma. Við getum gert það aftur. Við getum endað sig. Og logar blóð, og logar
skólanum og þá man ég það þegar ég kom fyrst í 3. bekk. Mér fannst svo óboðslega gaman í menntaskólanum að þegar ég var búinn að vera í 2 mánuði þá hugsaði ég, þetta er svo skemmtilegt, aldrei við þeim skemmtilegt, það eru bara 34 mánuðir eftir í skólanum. En þetta reyndist nú sem betur verið misskilningu vegna þess að ef maður fer í MR þá er maður alltaf í skólanum allt sitt líf. Maður er MR-ingur bara frá því að maður kemur í 3. bekk og þangað til maður leggst út af. Stúdent, þekktur maður í samfélaginu í dag, sem var í náttúrufræðideild og einu sinni var hann í efnafræðiprófi og það er nú ekki gengið sem best og hann fékk ekki nema 4-5 á prófinu og það stóð efst á prófinu. Og hann var nú svona góð ekki ráðalaus og kallar í kennarann og segir, heyrðu, hér hafa orðið mistök á þessu prófi. Nú er það mistök. Já, það er mistök og sér það hérna að hér eru að vísu 4 spurningar sem eru alveg vitlausar og það er þá 10 mínus 4, það eru 6. Nú, hér eru síðan 3 spurningar sem er helmingur rétt og þá hækkar það upp í 7-5. Ólafur Bittors, gjör svo vel. Nýstúdentar, júbilantar, allir aðrir. Ég var að hugsa það með svona kynningu. Hvað haldið þið að nýstúdentarnir gerir? Þeir hætta að mæta á þessum böllum. Þegar þeir verða 25 ára stúdenta þá verð ég 75 ára stúdenta.